Nýbakað góðgæti. Netto. Komið sæl aftur. Í seinni hluta þáttarins ætlum við að byrja á að kynna okkur starfsemi Þekkingarsetur Suðurnesja í Sandgerði. Við förum að föngum stemninguna á sjóarunum Síkáta í Grindavík og endur svo á að rýna í úrslit sveitarstjórnarkosningana á Suðurnesjum. Nú erum við stödd í húsi sem rýmir ansi mikla starfsemi í einu. Já, Þekkingarsetur Suðurnesja var stofnað 1. apríl 2012 og þetta er miðstöð rannsókna í náttúrufræðum og tengdum greinum. Stofnað af öllum sveitarfélögunum á Suðurnesjum, Keili, Náttúrustofu Suðvesturlands og Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Suðurnesjum. Og þær tvær stofnanir, sem Náttúrustofan og Rannsóknasetur Háskólans, eru stoðstofnanir setursins. Sérsviðin okkar eru sjávarlíffræði, eiturefnavistfræði og fuglafræði. Og hérna fer mjög mikið rannsóknastarf fram. Þekkingarsetrið er svona eins konar regnhlíf yfir starfsemin í húsinu. Náttúrustofan var stofnuð árið 2000 og Rannsóknasetrið 2004, en það eru yfir 20 ár síðan að rannsóknastarf hófst hérna í húsinu með verkefni sem hét BioIce, botndýr á Íslandsmiðum. Og þá var þetta litla rými sem við erum inni hér innréttað til að byrja með sem rannsóknarstöð, en húsið hafði verið byggt sem frystihús áratugum áður. Þannig byrjar þetta allt. Þannig að þó að Þekkingarsetrið sé sem slíkt ekki nýtt, að þá er starfsemin byggð á mjög gömlum og traustum grunni þegar kemur að rannsóknum. Fræðasetrið í Sandgerði, það var stofnað 95 og það rennur inn í Þekkingarsetrið við stofnun þess. Nú hafa svona gestir, bæði Suðurnesjamenn og aðrir kannast mest við sýningarnar sem hér fara fram. Þetta er miklu meira heldur en sýningar, en það er ekki svolítið vinsælar? Þær eru opnar allt árið fyrir almenning, en svona kannski cirka þriðjungur hópsins sem kemur að skoða, að minnsta kosti ef við miðum við árið í fyrra, eru nemendahópar af öllum skólastigum, mest úr grunnskóla, nokkrir leikskólar sem koma á hverju ári og svo einhverju framhaldsskólar, en mjög margir grunnskólahópar. Og þá eru þeir flestir að koma til okkar svona maí-júní og þá oftast sem hluti af vorferð eða einhverju svona skemmtun í lok skólaársins. Þá fara þau í fjöruna út á Garðskaga og safna lífverum, koma svo til okkar með dýrin sín og geta skoða þau í víðsjám og reynda greina og svona spáða aðeins í þetta uppi á efri hæðinni, þar sem við erum með náttúrugripasýningu. Og þar eru lifandi sjávardýr sem eru oft bara mjög skemmtilegt að fylgjast með. Þannig að yfir sumartímann þá er alltaf opið helgar og þá eru ferðamenn að koma, bæði íslenskir og erlendir. Og þetta eru auðvitað algjört ævintýri fyrir börn, sko. Þeim finnst þetta ofsalega skemmtilegt. En það væri voða gaman ef að fleiri skólar sæju sér hag í því að nýta þessar ferðir til okkar, heimsóknir, sem hluta af námi nemenda í náttúrufræðum. Það eru einhverjir sem að því og Þekkingarsetrið er þátttakandi í verkefni með Sandgerðisbæ, þar sem markmiðið er einmitt þetta, að tengja betur saman menntastofnanir í bæjarfélaginu og rannsóknastofnanir í náttúrufræðum. Þannig að vonandi er það svona byrjunin á því að kannski fleiri fari að koma og láta nemendur vinna verkefni af því það er svo fín aðstæða bæði fyrir vettvangsnám og út í kennslu. Þannig að vonandi. Þið finnið fyrir áhuga nemendanna þegar þeir mæta hingað? Já, þeim finnst þetta alveg agalega skemmtilegt. Og við tökum oft eftir því að þeir koma svo aftur seinna með mömmu og pappa. Koma fyrst með skólanum sínum og svo kannski seinna sumari með fjölskyldinu með sér. En aðal óherslan í okkar starfi er á rannsóknarhlutan. Við erum rannsóknarstofnun og rannsóknarsetur. Þannig að hinga koma líka fjölmargir erlendir vísindamenn og erlendir háskólanemar á hverju ári og dvelja hjá okkur kannski frá vikutíma og allt upp í
mánuð og eru þá bara við tímabundnar rannsóknir inn í húsinu. Og ástæðan fyrir þessum áhuga erlendra vísindamanna aðstæðan okkar sem einstök á heimsmælikvarða. Við erum með borholu hérna beint fyrir utan húsið, dælum sjó inn og við getum stýrt seltumagni og hitastigi. Þannig að þetta eru kjöra aðstæður fyrir rannsóknir í til dæmis eiturefnavistfræði og til að rannsaka sjúkdóma í fiski. Þannig að það svona það sem trekkir að og eins aðstæðan sem við höfum til rannsókna á fuglum sem við getum veitt bara hérna beint fyrir utan húsið. Þannig að já, það heilmikil starfsemi hérna sem að kannski of mikið á bak við luktar dyr en hérna við erum alltaf, það alltaf opið og það alltaf hægt að fá að skoða ef fólk hefur áhuga á því. Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri Grindavíkur. Við erum stödd hérna á hátíðarsvæðinu þar sem að sjóarinn síkáti fer fram. 40 ára afmæli Grindavíkur, þetta ekki svolítið stór dagskrá núna? Jú, við höfum lagt okkur fram að gera dagskrána enn glæsilegri en venjulega í tilefni 40 ára afmælisins. Þannig að það hefur svo sannarlega verið eitthvað fyrir alla hérna helgina. Byrjuðum á miðvikudaginn og í dag er sjómannadagurinn sjálfur sem svona hátíðlegasta stundin og það var sjómannadagsmessa og heiðrunn og við lögðum minnisveig við vonina sem minnisvarði drukknaða sjómenn. Þannig að þetta hefur verið svona hátíðlegasti dagurinn af þessum dögum sjóara síkáta. Þannig að það mjög gaman og veðrið er að batna og það bjartar yfir. Við leggjum mjög mikið upp úr sjóarum síkáta og þetta okkar þjóðhátíð. 17. júní er talsvert minni heldur í sjómannadagurinn hjá okkur. Nú hefur verið ýmislegt í gangi varðandi afmælishátíðina og afmælisdagurinn sjálfa 10. apríl og ýmislegt verið í gangi síðan og verður svolítið fram á árið og kannski út árið. Já, við byrjuðum í menningavikunni og þá vorum við með stóra og mikla tónleika í íþróttahúsinu þar sem mættu eitthvað vel yfir 800 manns og glæsilegi tónleikar, mjög skemmtilegt. Síðan er sjóarinn síkáti sérstaklega sniðinn að afmælinu. Nú til dæmis í gangi ratleikur, söguratleikurinn okkar sem er haldinn í 9. sinn og hann í gangi fram á Jónsmessu og þá Jónsmessu gangan sem samstarfsverkefni Grindavíkurbæjar og Bláa lónsins. Þá göngum við hérna á Grindavík upp á Þorbjörn og þar varðeldur og tónlist og síðan ofan í gengið niður í Bláa lónið og menn hafa þar notalega stund með tónlist á miðnætti á Jónsmessu sem frábært. Nú í haust verðum við líka með fleiri viðburði. Það verða málþing og hitt og þetta, þannig að það er bara að gera að fylgjast vel með hvað að gerast í Grindavík á afmælisárinu. En gekk þungt brimið við Grænland og gista þar kýs ekki nei. Hvern var þar draum þess og vonir og þrár sem vakir þar hljóður og vei. Það ekki gott að vinna með Grindvíkingum í undirbúningi að einhverju svona, það mikil samstaða og kraftur í fólki. Já, við náttúrulega til að mynda unnum stórt og mikið verkefni með einmitt Víkurfréttum, þannig að þið ættu nú aðeins að þekkja það. Mjög flott afmælisblað sem að ég ofboðslega ánægði með og það endurspeglar svolítið mannlífið hérna í bænum. Það enginn í Grindavík að við vinnum saman í verkefni sem við gerum og mér langar að nefna sérstaklega eins og ferðaþjónustunni, Grindavík Experience, í íþróttahreyfingunni og í tengslu við þessa viðburði sem við erum að gera. Þetta var ekkert hægt öðruvísi en í góðri samvinnu við alla. Það grunnurinn að þetta gengur bara ótrúlega vel og við erum bara rosalega stolt af því sem við höfum verið að gera. Það má auðvitað alltaf gera betur í öllu sem tekur sér fyrir hendur og við hlustum alltaf á einhverjar ábendingar og ég er þegar búinn að fá nokkra góðar hugmyndir fyrir næsta ár fyrir sjóara síkáta. Þannig að við bætum hátíðina ár frá ári og gerum hana þannig betur og betri. E-listi Strandar og Voga sigurvegari sveitarstjórnarkosningana í sveitarfélaginu Vogum. D-listi fékk 173 atkvæði og 2 menn kjörna, E-listi fékk 290 atkvæði og 4 menn kjörna og L-listi fékk 110 atkvæði og 1 mann kjörinn. Samfylking og Óháður og Sjálfstæðisflokkur ætla að ræða meirihlutamyndun í Sandgerði. S-listinn tapaði hreinu meirihluta sínum í kosningunum síðasta laugardag og fékk 3 menn kjörna en listinn hafði áður 4 menn.
Úrslitin eru þau að B-listi fékk 220 atkvæði og 2 menn kjörna, D-listi fékk 146 atkvæði og 1 mann kjörinn, H-listi fékk 164 atkvæði og 1 mann kjörinn og S-listi fékk 302 atkvæði og 3 menn kjörna. Sjálfstæðisflokkurinn er sigurvegari sveitarstjórnarkosninganna í Grindavík. Flokkurinn fékk 3 bæjarfulltrúa en hafði 1 áður. Sjálfstæðismenn og listi Grindvíkinga eru í viðræðum þessa dagana meirihlutamyndun. Úrslitin eru þau að B-listi fékk 332 atkvæði og 2 bæjarfulltrúa, D-listi fékk 605 atkvæði og 3 bæjarfulltrúa, G-listi fékk 246 atkvæði og 1 bæjarfulltrúa og S-listi fékk 230 atkvæði og 1 bæjarfulltrúa. D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra fékk 5 bæjarfulltrúa í Garði og N-listi Nýrra tíma fékk 2 bæjarfulltrúa í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum. Úrslit kosningana voru eftirfarandi. D-listi fékk 395 atkvæði og 5 menn kjörna, N-listi fékk 184 atkvæði og 2 menn kjörna og Z-listi fékk 75 atkvæði og engan bæjarfulltrúa. Meiri hluti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ féll í sveitarstjórnarkosningunum síðasta laugardag. Flokkurinn náði inn 4 mönnum miðað við 7 árið 2010. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 36,5% atkvæða. 3 framboð náði inn 2 mönnum hvert. Samfylking fékk 20,8% atkvæða, Bein leið hlaut 16,9% atkvæða og Frjálst afl hlaut 15,3% atkvæða. Framsókn náði inn 1 manni en flokkurinn hlaut 8% atkvæða í kosningunum. Píratar náðu ekki inn manni. Kjörsókn í Reykjanesbæ var 69%. Við töldum það rétt í svona kjölfarið á þessari niðurstöðu að þessi öfl myndu tala saman og það var bara strax ljóst að það var vilji frá öllum þessum aðilum að reyna þetta og við erum bara full vilja til þess að fara í þetta verkefni og ætlum okkur að halda ótrúlega áfram í því. Niðurstaðan sýndi það að fólk vildi breytingar og við ætlum að reyna að fylgja þeim eftir. Við þökkum fyrir áhorfið og minnum á vefsíðu Víkurfrétta www.ff.is. Þar má finna fréttir af mannlífi á Suðurnesjum. Verið sæl! Sushi, alltaf ferskt. Netto. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is